Góðan daginn, gott fólk og gleðilegt nýtt ár. Gott að sjá ykkur í dag. Gott að byrja þetta ár á því að lofa Guð saman. Amen. Halleluja. En ég rís á fætur og lofa Guð. Halleluja. Faðir minn, við bara lofum þig í dag. Við lofum þig og við þökkum þig fyrir þetta nýja ár, Faðir minn, sem við fáum að leggja í þínar hendur, Drottinn minn. Faðir minn og Guð, bara fyllt okkur meira af þínum heilaga anda, Drottinn minn. Fyllt okkur af þínum friði, Drottinn minn, og gef okkur meiri trú, Faðir minn. Kira larandura, shiri andura larasarja. Faðir minn, þetta bara ljósið skína ennþá meira, Drottinn minn og Guð, í gegnum okkur á þessu landi, Faðir minn og Guð. Halleluja, Faðir. Halleluja, Jesus. Þetta er svo marga koma til trúar, Faðir minn, og þessu ári, Drottinn Jesus. Svo marga að snerta á þér, Faðir. Halleluja, Drottinn minn og Guð. Takk, Jesus. Verði þinn vilji, Faðir, með þetta ár, Drottinn. Verði þinn vilji í okkar lífum, Drottinn minn og Guð. Í kirkjunni, Drottinn minn og Guð. Í fjölskyldum okkar, Faðir minn og Guð. Halleluja, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Amen. Salvation, one doorway that leads to life, one redemption, one confession. I believe in the name of Jesus Christ. I believe in the crucifixion. By His blood I have been set free. I believe in the resurrection. Hallelujah, His life is destiny. All praise to God the Father. All praise to Christ the Son. All praise to the Holy Spirit. Our God has overcome. The King who was and is and evermore will be. In Jesus' mighty name I believe. I believe in the hope of heaven. He's preparing a place for me, far beyond what hearts imagine, ears have heard or eyes have seen. I believe that a day is come. He's returning to claim His bride. Light the altar, keep it burning. See the Lamb who rose a roaring lion. All praise to God the Father. All praise to Christ the Son. All praise to the Holy Spirit. Our God has overcome. The King who was and is and evermore will be. In Jesus' mighty name I believe. No, I'll never be ashamed of the gospel of Jesus Christ. How could I ever walk away from the one who saved my life? No, I'll never be ashamed of the gospel of Jesus Christ. How could I ever walk away
Halleluja. This is the day you made, so I'll rejoice and be glad, rejoice and be glad in it. This is where I believe that you are more than enough for me. You are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Oh, my soul, bless His name.
Biði drottins styrkur okkar. Ég held að nákvæmlega síðast þegar að ég átti að biðja fyrir bænarefnum öðru, það hefði nákvæmlega verið sama lag sem að gott að hafa alltaf svona til að minna sig á. Halleluja. Bara gleðilegt nýtt ár. Takk fyrir það gamla. En nefnilega með orði dagsins í dag. Eins hef ég biðið drottins það eitt, þrái ég að ég fá að dveljast í húsi drottins alla ævidaga mína, til þess að horfa á yndisleik drottins og leita svara í musteri hans. Og það er svo frábært nefnilega að dvelja í Guði. Það er svo meiriháttar. Það gefur manni svo mikið og er svo frábært og vil ég bara að við höldum áfram mitt að koma í hús drottins og dvelja í nærveru hans alla daga því ná Guði sér ný á hverjum degi í hvaða kringustæði sem við erum. Og ég bara þakka Guði drottinn minn, ég þakka þér fyrir 2025 sem þú gafst okkur drottinn minn. Og ég þakka þér fyrir að við fáum að seilast áfram á því næsta ári drottinn minn. Við þurfum ekki að dvelja í því ári drottinn minn, því það ári búið og við ætlum að seilast áfram í næsta sem þú hefur að gefa drottinn minn. Það sem þú hefur að segja drottinn minn. Það fyrirætlan sem þú hefur í hyggju með þessa kirkju, það fyrirætlan sem þú hefur í hyggju með okkur drottinn minn. Fyrirætlan til heillan ekki til óhamingju, heldur vonaríka framtíð drottinn. Og ég þakka fyrir að við fáum að dvelja og vera áfram í 2026 og ganga fram í þínum heilaga vilja drottinn minn. Og Faðir minn, bara í Jesú nafni, hver og einn sem tilheyrir þessari kirkju og sem tilheyrir þér drottinn Jesús, megi komast áfram og vera áfram dvelja í þínum vilja í 2026 og vera í þínum huga drottinn að taka sér tíma fyrir þig drottinn inn í sínu heilaga hjarta drottinn minn. Heilagi Faðir, því að þitt orð er lampi fót okkar og ljós á vegum okkar hvar sem við göngum og hvar sem við erum drottinn minn. Og ég bið blessun yfir Ísrael drottinn minn, við höfum alltaf að blessa Ísrael, það er það sem stendur í þínu heilaga orði drottinn Jesús. Og drottinn og hvað sem er drottinn, heilagi Faðir, ég bara lofa þig og tigna þig drottinn minn. Þitt heilaga orð stendur alltaf hvað sem annað gerist. Það er best að standa á þínu heilaga orði og kvika hvorki til hægri né vinstri. Heilagi Faðir, ég bara lofa þig, ég þakka þig fyrir áframhaldið sem þú ætlar að gefa okkur. Þakka þig fyrir nýtt ár, þakka þig fyrir nýtt framhald, heilagi Faðir. Og drottinn Jesús, heilagi Faðir, í Jesú heilaga nafni. Og drottinn, og við bara leggja líka samskotin okkar drottinn Faðir fyrir þetta nýja ár, heilagi Faðir, að fjármálum þín, það sem þú hefur fyrir okkur drottinn. Þetta eru þín, það sem þú hefur gefið okkur drottinn. Þú gafst okkur drottinn styrk og kraft til að vera í því sem við erum drottinn og við höfum að gefa af okkar það sem þú hefur gefið okkur drottinn minn. Og heilagi Faðir, við bara blessun drottinn fyrir alla fjárhagslega, heilagi Faðir, og í öllu öðru sínu drottinn minn, heilagi drottinn minn. Og Faðir, bara lofa þú og tigna þig, drottinn Jesús. Og kýra massakari antoria, ramakari, komið langar ég bara halda út þessum bæna sangkomi bara. Og heilagi Faðir, takk Jesús. Halleluja Jesús, kýra mandaria. Drottinn Jesús, takk heilagi Faðir, Og bara minna okkur á líka, það áframhaldandi í þessari viku drottinn að það með bænastund klukkan 6 á þriðjudögum. Það ekki unglingasamkoma í kvöld. Svo stelpuhópur á miðvikudögum og þar byggjum við líka og hittust og lofum Guð og lesum orðið. Á fimmtudaginn karlahópurinn, karlmennirnir, yndislegu mennirnir sem eiga að leiða áfram. Halleluja, þeir munu hittast og tala og lesa orðið þitt og beðja drottinn minn. Og bara minna okkur á allt að bara vera alltaf í drottni. Alveg sama, í sorgum og í gleði, dveljum alltaf í drottni. Það best fyrir okkur. Það bara langt best. Halleluja. Amen. Takk fyrir.
I know a name that can silence roaring waves. I know a name that can empty out a grave. I know a name, it's the only name that saves and is worthy of all praise. I call you Jesus, I call you healer, risen and reigning in power. Something comes out of the grave. Every time I call you Jesus, I call you Savior, worthy of glory forever. Something comes out of the grave. Every time I call your name, I have a king with dominion over death. He holds the key in his holy nails-scarred hands. He is the heel, yeah, that has crossed the serpent's head. I resurrected
Ropa mun í loðgjörn og lofa alveg látlaust lambi Guð. Og þau sem undan gengu og þau sem trú fá senn lofa alveg látlaust lambi Guð. Þitt nafn það æðsta, þitt nafn það mesta, þitt nafn ofar öllu allt vald, tign og máttur, hver staða og hver kraftur, þitt nafn ofar öllu syngur himins her. Allt sem skapaði, helgur, hátt upp hafið efst. Helgur, helgur eilífð. Þú sem frið og frelsi og fyrirgefning fannst, lofa sem frelsið hefur fyrir Jesú nafn, lofa alveg látlaust lofum alveg látlaust og vel syngur himins her. Helgur, allt sem skapaði, hátt upp hafið efst. Helgur, helgur eilífð. Heyrðu lofsönginn, helgur, litlum konunginn. Helgur, nú valdið rétt. Þitt nafn það mesta, þitt nafn það ofar öllu allt vald, tign og máttur, hver staða og hver kraftur, þitt nafn ofar öllu. Þitt nafn það æðsta, þitt nafn það mesta, þitt nafn það ofar öllu.
Halleluja, Jesús. Ég elska þig, því þín miskunn aldrei bregst mér og sér hvern dag ég í hendi þér sér hvern morgun ég vakna þar til ég sofna á ný og þá ég syng þinn góðvilja Guð. Og allt mitt líf þú trúr þínu og allt mitt líf þá get ég treyst á þig hverjum andardrætti mínum og þá ég syng þinn góðvilja Guð. Og röddin þín gegnum eld hún hefur leitt mig og þá myrk nótt þú ert nær mér en aldrei. Ég þekki þig sem föður, ég þekki þig sem vin og allt mitt líf í góðvilja Guðs. Og allt mitt líf þú trúr þínu og allt mitt líf þá get ég treyst á þig með hverjum andardrætti mínum og þá ég syng þinn góðvilja Guð. Þín góðvild hún fylgir mér í dag. Þín góðvild hún fylgir mér í dag. Allt sem held ég í nú ég sleppi því, ég gef þér allt minn Guð. Allt mitt líf þú trúr þínu og allt mitt líf þá get ég treyst á þig með hverjum andardrætti mínum og þá ég syng þinn góðvilja Guð. Yes.
Halleluja. Amen. Guð góður Guð. Hann góður Guð. Halleluja. Amen. Gott að sjá okkur í dag. Og gleðilegt ár, já. Sjá, hvernig þetta? Gleðilegt ár, já. Og takk fyrir það gamla. Allar stundirnar og samtölin og samkomunar og bæninar og allt það sem var á liðinu ári. Þakka ykkur fyrir það. Erum við spennt fyrir nýju ári? 2026. Amen. Ég sagði hérna, var að segja áðan hérna inn á bænastundinni. Það svo yndislegt að vita að Guð svo sami í dag og í gær og alla eilíf. Hann breytist ekki, hann haggast ekki. En samt sem áður hefur hann alltaf eitthvað nýtt fyrir okkur. Hans náð ný á hverjum degi. Hann tekur okkur frá dýr til dýrðar. Það alltaf eitthvað nýtt hjá Guði. Amen. Og ég trúi því að hann hafi eitthvað nýtt fyrir þessa kirkju á þessu ári. Og ég trúi því að Guð hafi eitthvað nýtt fyrir þig persónulega á þessu ári. Árinu 2026. Síðara Korinthubréf 3:18 segir að við, ég og þú, sem höfum séð og endurspeglum dýrð Guðs, að fyrir hans anda verðum við líkari honum frá dýrð til dýrðar. Að Guð tekur okkur lengra með sér, hann tekur okkur frá dýrð til dýrða og við líkjumst honum, Jesú, meir og meir. Amen. Önnur Mósebók, 34. kapli, hún talar það þegar Móse hafði verið í nærveru drottins. Hann hefur verið í nærveru Guðs og hann kemur aftur til fólksins niður af fjallinu og það segir að andlit hans hafi geislað. Að það geislaði af dýrð drottins. Og Ísraelsmenn þeir þorðu ekki að koma nálægt honum. Þannig að Móse þurfti að setja blæju fyrir andlit sitt. Vitið, þegar við förum inn í nærveru drottins, þegar við dveljum hjá honum, þá breytist eitthvað í lífum okkar. Og við förum frá dýrð til dýrðar. Við líkjumst honum meir og meir og það sést á okkur. Við berum það utan á okkur að við verðum öðruvís en heimurinn. Af hverju er það alltaf svona glaður? Það er einn í vinnunni hjá mér, hann hefur sagt með mig oftar en einu sinni. Af hverju er alltaf svona jákvæður? Hvað er það sem er öðruvísi á þér en hjá mér? Guð, hann hefur eitthvað meira hand okkur. Hann hefur eitthvað meira hand okkur á þessu ári. En vitið þið að við, ég og þú, við þurfum að ganga inn í hans nærveru. Við þurfum að leita hans með bæn og beinu og þakkagjörð. Dvelja við fætur hans. Tala við hann, hlusta hann og dvelja í hans orði. Huglega hans orð dag og nótt. Og þá byrjar Guð að breyta lífum okkar. Og við förum að geisla í augum þeirra sem eru í kringum okkur. Að þeir sem eru í kringum okkur fara að sjá breytingar í lífum okkar. Þeir fara að sjá ávexti andans að störfum í líf okkar. Sem er kærleiki, gleði, friður, langlendi, gæska, góðvild, trúmennska, hóvarð, sjálfsægi. Og þeir fara að veltaði fyrir sér. Hvernig get ég eignast það sama á hann? Hvernig get ég eignast það sama á hún? Get ég eignast það sama á Ásdís? Get ég eignast það sama á Gilli? Get ég eignast það sama á Daniel? Get ég eignast það sama á Júlía? Og Pétur og Ingibjörg og Inga Hanna? Raggi og Dadda og Sigga, Maggi, Jón? Og allt í einu fyrir að fá tækifæri til þess að segja öðrum frá honum. Af því að líf okkar endurspegla hans dýrð. Ég trúi á þessu ári vilji Guð draga þig nær sér. Hann vil taka þig frá dýrð til dýrðar og að þú endurspegli hans dýrð. Að andlit þitt geisli í nærveru þeirra sem eru í kringum þig. Að ávextir andans verði sýnilegir í þínu lífi öðrum til blessunar. Amen. Og þessi kirkja, vegurinn, er kirkja sem trúir á Jesú. Við erum kirkja sem hafi elskum Guð og við elskum fólk. Við viljum ná til þeirra sem ekki þekki Jesú með lífum okkar. Hvernig við lifum.
vitnisburður okkar. Og við viljum gera það á lærisveinum af því að við elskum fólk og við þráum að allir menn komist til trúar á hann. Við þráum að sjá Ísland fyrir Krist. Mattheus 28:18 segir og Jesús kom til þeirra, talaði við þá og sagði allt vald mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gerið allar þjóðir að lærisveinum. Allar þjóðir. Er Ísland á meðal allra þjóða? Já. Allar þjóðir. Farið og gerið Ísland að lærisveinum. Skýrið þá í nafni Föður og Sonar og Heilags Anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sjá ég með yður alla daga allt til enda veraldar. Og það er tilgangur okkar. Að ná til fólksins á þessu landi og leiða það til trúar á Jesú Krist. Við viljum vera kirkja sem hefur áhrif á umhverfi okkar með Jesú Krist að leiðarljósi. Við viljum breyta hugafari og gera fólk hæft til að vinna Guðsverk og byggja upp kirkjuna líkama Krists. Að vera lifandi samfélag trúara sem leitast eftir að endurspegla kærleika Krist til hvers annars og allra manna. Við viljum byggja upp heimili þar sem að fólk finnur sig tilheyra. Þar sem fólk finnur sig velkomið. Þar sem fólk finnur sig heima. Og við viljum vera ljós inn í myrkrið. Það er svo mikið myrkur að núti. Og við viljum vera ljósi sem að lýsir upp í myrkrið. Og við viljum tala von inn í samfélagið. Við viljum tala von inn í samfélagið. Því að Jesús er von okkar. Amen. Ég keypti mér einu sinni lottó með það. Gerið þið það aldrei? Þið eru svo fullkomin. Ég keypti mér lottó með það. Þetta var einhvern tímann, þetta var á laugadegi fyrir jól. Potturinn var 75 milljónir og ég keypti með það. 10 raðir í sjálfvali og jóker. Og ég vonaðist til að ég myndi vinna þessar 75 milljónir. Og því mér langaði bara að eignast aðeins betra líf. Svo kom laugardagurinn og auðvitað vann ég ekki 75 milljónir. Og það var enginn sem vann 75 milljónir þennan laugardaginn. Og potturinn var 6-faldur, 104 milljónir og 104 milljónir hljóma miklu betur en 75 milljónir. Þannig að ég keypti aftur lottó með það. 10 raðir í sjálfval og jóker. Og von mín var á þennan lottó með það þennan laugardag. Og þessi von mín, hún brást. Ég vann ekki stóra vinningin, ég vann ekki þessar 104 milljónir, ég vann ekkert á jókerinn, ég vann ekki bónusvinningin, ég fekk ekki einu sinni 3 rétta, ég vann ekki neitt og vonu mín brást. Alveg glatað. En hver er von mín með árið 2026? Hver er þín von með árið 2026? Er von okkar að við vinnum bara stóra vinningin í lottó? Erum við að setja von okkar á atvinnu okkar? Að við vöknum bara alla daga til þess að fara í vinnu? Vinirnir okkar, það eru samstarfsfélagarnir okkar. Við lifum fyrir vinnuna, við tökum okkur aldrei frí, erum alltaf í vinnunni. Og meðan við höfum vinnuna þá er allt í lagi. En svo einn daginn gerist eitthvað, við missum vinnuna. Hvar stöndum við þá? Hrinu lífið? Af því að von okkar er á vinnunni? Stelpur, þegar þau voru ungar, þá var kannski vonin að þú myndir eignast fullkominn mann með ljóst hár og blá augu og hann leit alveg eins út og Brad Pitt. Þið myndir eignast 3 fullkominn börn, hann Aron og Embla og Freyja og þið ætluðu að búa í einbýlishúsi á Arnarnesinu með útsinni við sjóinn og sundlaug í garðinum. Þú ætlar að vera lögfræðingur og hann, Brad Pitt, ætla að vera skurðlæknir. Von þín var að þið myndu eignast fullkomið líf saman, myndu eldast saman og deyja saman. Hann hins vegar hafði allt aðrar væntingar og vonir. Konan hans átti að vera eins og klippt út úr auglýsingu frá Victoria's Secret. Skipti engu máli hvort það var svo ljósar eða dökkar eða blá eða brúneið, bara meðan að línurnar veru í lagi. Eins og stundaglass. Er það 36, 24, 36 stelpur? Eða?
Hann ætlaði sér ekkert að vera læknir og hún þurfti ekkert að vera lögfræðingur. Hann ætlaði bara að vera smiður og hann bara vonaðist til að hún myndi vera í eldhúsinu, elda góðan mat. Hann hafði engar sérstakar vonir börn og raðhús með bílskúr myndi duga honum. Hvað svo lífið í dag? Ásdís, kona mín, hún allavega ekki gift Brad Pitt. Ég ekkert líkur honum. En við eigum hins vegar 3, næstu því, takk, nokkur kíló og þá það komið. Við eigum 3 fullkomna stelpur í okkar augum, en við búum ekki í embýlishúsi á Arnarnesinu og við búum heldur ekki í raðhúsi með bílskúr. Lífið hefur ekki verið fullkomið hjá okkur. Það hefur ýmislegt komið á okkar veg og við erum kannski ekkert endilega á þeim stað sem við vonuðum að við yrðum á fyrir 10 árum síðan. Við höfum öll mismunandi von fyrir lífið, en öll höfum við einhverja von. Fyrir sumum von þrá að eitthvað gerist. Fyrir aðra það tilfinning að það sem við óskum eftir sé hægt að fá eða atburðin muni snúast til hins betra. Fyrir enn aðra von fyrsta skrefið í átt að vonbrigðum. En spurningin á hverju byggir þú þína von? Byggir þú þína von á stóra lottóvinningnum? Byggir þú von þína á vinnunni þinni? Byggir þú von þína á maka þínum, foreldrum þínum, á framtíðinni, á peningum? Byggir þú von þína á námiðinu, veraldlegum hlutum, frægð og frama? Eða byggir þú von þína á Jesú? Vitið að biblíuleg von, hún ekki bjartsýni. Oft á tíðum höfðu einstaklingar í biblíunni mjög fáar ástæður til að trúa því að hlutirnir myndu batna. En biblíuleg von byggist ekki á aðstæðum, heldur byggir hún á Guði. Og Sálmur 39:8 segir, von mín öll á þér. Og Sálmur 38:16 segir, því að á þig, Drottinn, vona ég, þú munt svara mér, Drottinn minn og Guð minn. Sjáðu, Davíð, hann setti von sína á Drottinn Guð. Það var ekki íslenska leiðin, þetta reddast. Það var ekki einhver bjartsýni að hann myndi kannski mögulega hitta Gólíat í enni með slöngunni. Nei, hann vonaði á Drottinn, af því að Drottinn með mér. Jeremía 29:11 segir, því að ég þekki sjálfur þar fyrirætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segir Drottinn. Fyrirætlanir til heilla en ekki til óhamingju, að veita yður hvað? Vonlausa framtíð? Nei, ekki vonlausa framtíð. Að veita yður vonarríka framtíð. Vonarríka framtíð. Hver þráir vonaríka framtíð í sínu lífi? Við þráum öll að hafa vonaríka framtíð. En vitið á þessum tíma, þegar Guð gaf Ísraelsmönnum þetta fyrirheit, þá voru Ísraelsmenn ekki að upplifa besta ár lífsins. Þeir voru að upplifa eitt af versta. Það var búið að hernema landið, það var búið að flytja það burt frá Ísrael til Babylon. Á stað sem þeir vildu alls ekki vera á. Þeir höfðu tapað stríðinu, það var búið að taka landið, musterið hafi verið lagt í rúst og þeir voru komin á stað sem þeir vildu ekki vera á. Þeir vildu bara fara aftur heim til síns lands, fara aftur heim. Það getur verið alveg eins með okkur í dag. Það eru svo margir sem að vilja bara kveðja 2025, gleyma því og gangin í nýtt ár 2026, þar sem að allt sem við vonum verður að veruleika núna strax. En það ekki svoleiðis. Vitið, það eru margir sem að berjast við alls konar aðstæður í lífinu, sem að fara ekkert þótt að komi nýtt ár. Árið 2025 kannski farið, en lífið fer ekki. Það sem við eigum við að etja, það hverfur ekkert. Erfiðleikarnir fara ekkert. Og þótt við sprengjum árið í burtu, þá getum við ekki sprengt erfiðleika okkar burtu, eða aðstæður okkar. Við þurfum að halda áfram að lifa. Við þurfum að halda áfram að berjast við aðstæður okkar, tilfinningar okkar, erfiðleika okkar. Alveg eins og Ísraelsmenn þurftu að gera, þeir þurftu að halda áfram að lifa á nýjum stað. Þeir þurftu að eiga við sína tilfinningar. Jeremía sagði þeim, farið og byggja ný hús á þessum nýja stað.
Ræktiði garð ykkar á þessum stað. Takiði þátt í samfélaginu á þessum stað. Fjölgið ykkur á þessum stað. Biðjið fyrir þessum stað. Af því að þeir áttu eftir að vera á þessum stað í 70 ár. Síðan segir hann, því að ég þekki sjálfur þar fyrirætlanir sem ég hef í hyggju með yður, fyrirætlanir til heilla en ekki til ofamingju, að veita að þur vonaríka framtíð. Mitt í þeirra aðstæðum. Að þó að lífið sé ekki eins og við viljum hafa það, þá eigum við von. Þó svo að erfiðleikarnir séu ennþá til staðar, þá eigum við von. Því að Guð hefur fyrirætlanir með þitt líf. Fyrirætlanir til heilla en ekki til óhamingju, að veita þér vonaríka framtíð. Vonaríka framtíð. Framtíð með von. Mikilli von. Vonaríka framtíð. Og það er alveg sama hvað við erum að ganga gegnum. Það er alveg sama hvar við erum stödd í lífinu. Alveg sama hvað við höfum gengið í gegnum. Guð hefur fyrirætlanir til heilla en ekki til óhamingju. Til heilla en ekki óhamingju. Að veita þér vonaríka framtíð. Síðan segir Guð, þegar þeir ákalli mig og komið og biðjið til mín, mun ég bænheyra yður. Eftir leitið mín munuð þér finna mig. Þegar þér leitið mín af öllu hjarta, læt ég yður finna mig, segir Drottinn. Ég mun snúa við hugum yðar og safniðu saman frá öllum þeim þjóðum og stöðum sem ég hef hrakið yður til, segir Drottinn. Ég mun flytja yður aftur til þess staðar sem ég gerði yður útlag frá. Á hvað ætlum við að setja vona okkar á þessu ári? Ætlum við að vona bara eitthvað gerist? Ætlum við að vona að bara einhvern veginn leysist okkar mál? Ætlum við að vona að hagar okkar verði bara einhvern veginn betri? Ætlum við að vona á lottó? Ætlum við að vona á einhverja drauma? Eða ætlum við að vona á Drottinn Jesú? Að sama hvar við stöndum frammi fyrir, setjum við vona okkar á hann. Að við vonum á það framtíð sem að hann hefur fyrir okkur. Heillaríka framtíð, vonaríka framtíð. Af því að hann hefur fyrirætlanir til heilla að veita okkur vonaríka framtíð. Það er alveg sama hvað við göngum í gegnum. Það er alveg sama hvað lífið hefur upp á bjóða. Að Guð vill veita okkur vonaríka framtíð. En vitið, þá þurfum við líka að setja von okkar á hann. Við þurfum að snúa okkur til hans, ákalla hann, biðja til hans og hann mun bænheyra okkur. Ef við leitum hans, þá munum við finna hann þegar við leitum hans af öll okkar hjarta. Og hann mun snúa við hugum okkar. Segir í Jesaja 40. kafla versi 30, ungir menn þreytast og lýjast. Æskumenn hnjóta og falla. En þeir sem vona á Drottinn, þeir fá nýjan kraft. Þeir fljúa upp á vængi sem ernir, þeir hlaupa og lýjast ekki, þeir ganga og þreytast ekki. Þeir sem vona á Drottinn. Þegar við vonum á Drottinn þá fáum við nýjan kraft til að ganga í gegnum það sem við stöndum frammi fyrir. Þegar við vonum á Drottinn þá fljúum við upp á vængi sem ernir. Ég heyrði einhvern veginn nokkuð áhugavert örninn og ég googlaði bara til að vera alveg klár, hvort þetta var örugglega rétt. Og það segir að krákan er eini fuglinn sem leggur í að ráðast á örninn. Og hún gerir þannig að hún skimur og sest á baki hans og nagar hann í hálsinn. En örninn, hann lætur það ekki trufla sig. Hann fer ekki í einhverja baráttu og sóa kröftum sínum í einhverja baráttu við krákuna. Í staðinn þá bara breiðir hann út vængina, flýgur hærra og eftir því sem hann fer hærra og hækkar flugið verður erfiðara fyrir krákuna að anda og endanum fellur hún af vegna súrefnisskorts. Við getum eytt öllum okkar kröftum í að berjast við aðstæður okkar. En ef við setjum von okkar á Drottinn, þá lyftir hann okkur upp yfir kringumstæður okkar og baráttan sem við eigum í mun ekki ná tökum á okkur. En við þurfum að setja von okkar á hann. Við þurfum að setja augu okkar á hann. Við þurfum að koma fram fyrir hann í bæn og beiðni og þakkagjörð. Og þegar við vonum á Drottinn, þá hlaupum við og við lýjumst ekki. Við göngum og þreytumst ekki. Við getum haldið áfram þrátt fyrir mótlæti í lífinu. Við getum haldið áfram þrátt fyrir erfiðleikana.
Við getum haldið áfram í gegnum dimmadalinn. Og hvað segir Davíð? Hann leiði mig í gegnum dalinn. Út hinum megin. Og við þurfum ekki að stoppa og gefast upp. Að þeir fá nýjan kraft frá Guði. Jesús sagði dæmisögu 2 menn sem byggðu sér hús. Annar byggði hús sitt á sandi og hinn byggði hús sitt á kletti. Og þegar óveðri kom, og það var engin spurning hvort það myndi koma, að þegar óveðri kemur alltaf. Það mun koma. Og þegar óveðri kom, þá hrundi húsið sem var byggt á sandi, en húsið sem var byggt á kletti, það stóð. Og ef við setjum von okkar á Jesú, þá munum við standast á storma sem koma gegn okkur. Af því að hann er með okkur. Og þá munum við standa stormin því að hann mun lyfta upp okkur upp eins og örnin. Upp yfir kringumstæður okkar og við stöndum þennan storm af okkur. Við fáum kraft sem við þurfum til að fara í gegnum stormin af því að von okkar er á Jesú. Við byggjum líf okkar á honum. En hvernig setjum við von okkar á hann? Filippibréfi 4, vers 6 og 7 segir: verið ekki hugsa ykkur neitt, heldur gerið í öllum hlutum óskir ykkar kunnar Guði, með bæn og beiðni og þakkagjörð. Og friði Guð sem er æðri öllum skilningi mun varðveita hjört ykkar og hugsanir ykkar í Kristi Jesú. Við þurfum að gera í öllum hlutum óskir okkar kunnar Guði. Þannig setjum við von okkar á hann. Að við lyftum öllum hlutum upp til hans. Alveg sama hvað það er sem við stöndum frammi fyrir. Hvort það sé lítið eða stórt, hvort það sé gleði eða sorg, að þá lyftum við því upp til hans í bæn. Við setjum von okkar á hann. Guð, ég stend fram fyrir þessu. Og ég set von þína á þig, af því að þú hefur fyrirallin til heillan ekki óhamingju. Af því að þú hefur vonaríka framtíð fyrir mig. Að við leggjum allt í hans hendur og við byggjum. Og við byggjum og við byggjum. Alveg eins og Jeremía sagði: þegar þér ákalli mig og komið til mín og byggið til mín, muni bænherra ykkur. Að við þurfum að koma fram fyrir hann og byggja og lyfta öllum hlutum upp til hans. Þannig setjum við traust okkar á hann og von okkar á hann. Hætta áreiðsarnar að koma á líf okkar? Nei, kannski ekki og örugglega ekki. En þegar við setjum von okkar á hann, að þá er hann með okkur. Hann gefur okkur það sem við þurfum til þess að komast í gegnum erfiðleikana. Hann lyftir okkur upp, hann gefur okkur frið og hann snýr við högum okkar þegar við vonum á hann. Og von okkar, hún er ekki byggð á líkindum, hún er ekki byggð á bjartsýni, hún er ekki bara þráum að eitthvað gerist, hún er ekki byggð á tilfinningum. Von okkar er byggð á Jesú. Jesús er von okkar. Amen. Og ég vil hvetja þig núna í upphafi árs að þú settir þína von á Jesú. Settu traustið á hann, settu augu þín á hann. Byrjaðu að leita hans á hverjum degi. Byrjaðu að lesa orðið og leita hans í öllum þínum kringumstæðum. Ég heyrði í vikunni af könnun sem var gerð út í heimi, ég held að það hafi verið í Ameríku. Það var gerð könnun þá sem að lesa Biblíuna. Og hversu oft þú varst að lesa Biblíuna. Og hvaða árið það hafði á þig að lesa Biblíuna. Og niðurstaðan var svo að ef þú last orðið Biblíuna fleiri daga en færri, að þá gerist eitthvað í lífinu. Og það var ekki teljandi munur hvort þú last í orðinu 1 dag í viku eða 3 daga í viku. En leið og eru 4 dagar í viku, að þá gerðist eitthvað. Leið og voru fleiri dagar í viku sem þú last heldur en færri, þá byrjaði eitthvað að gerast í lífiðinu. Og það var andlegur vöxtur sem byrjaði að eiga sér stað. Þannig að höfum við það markmið okkar á þessu ári að lesa alla daga vikunar. Og ef við missum úr 1 dag, pössum okkur að missa ekki út annan dag. Lesum orðið, biðjum og leitum hans á þessu ári. Setjum von okkar og traust á hans og sjáum hvernig hann breytir kringumstæðum okkar. Sjáum hvernig líf okkar fer að breytast og hvernig við förum að bera ávöxt andans. Ég trúi því að Guð vilji gefa þér nýja von á þessu ári, von sem er byggð á honum.
Og ég trúi því að Guð vilji draga þig nær sér á þessu ári. Að ég trúi því að hann vilji draga mig nær sér á þessu ári. Ég trúi því að hann vilji taka okkur, öll sem hér erum, frá dýrð til dýrðar og að við endurspeglum dýrð hans til annara. Að okkar líf sé vitnisburður kærleika hans, að okkar líf sé blessun til annara og að við fáum tækifæri til að segja öðrum frá honum. Við fáum tækifæri til að segja öðrum frá þessari von sem við eigum í honum. Það er því að hann, Jesús, er von okkar. Hann, Jesús, er von heimsins. Við þurfum að fara út með þessa von. Viti, ég hef orðið vitni af því hér í þessari kirkju hvernig Guð breytir lífum fólks sem að snýr sér að honum. Hvernig það réttist úr fólki. Hvernig byrjar að geisla af fólki. Hvernig gleðin byrjar að skína á andlitum þeirra. Hvernig fólk byrjar að endurspegla hans dýrð. Bara af því að það byrjar að leita hans, snýr sér að honum. Og vitið, ef ég sé það, þá sjá þeir sem eru fyrir utan það líka. Þeir sjá hvernig líf hans breytist. Og ég þrá að sjá að þeir sjá hvernig mitt líf breytist. Hvernig ég geisla. Hvernig ég geisla af Guði. Hvernig nærvera Guð sem er mér. Og ef það getur gerst fyrir einhverja aðra, þá getur það gerst fyrir mig og það getur gerst fyrir þig. En þá fyrir við að snúa okkur til hans, leita hans af öllu hjarta, gefa honum á tíma okkar, dvelja í hans nærveru. Þegar Móses dvaldi í nærveru drottins, þá geislaði andlit hans. Þegar við dveljum í nærveru hans, þá breytast hlutir í lífum okkar. Amen. Amen. Halleluja, drottinn Guð. Faðir, ég bara þakka þér fyrir nýtt ár, drottinn Guð. Ég þakka þér fyrir að þú hefur von fyrir okkur á þessu ári, nýja von. Þú hefur von fyrir þessa kirkju, drottinn, þú hefur von fyrir okkur sem einstaklinga, drottinn. Og ég bara bið að við munum setja von okkar á þig. Að við munum setja augu okkar á þig, Jesús, og setja traust okkar á þig. Í öllum okkar kringumstæðum megum við snúa okkur til þín og lyfta öllum okkar hlutum til þín í bæn og beiðni og þakkagjöf, Faðir. Og ég biði, drottinn Guð, að þegar við snúum okkur til þín og lyftum öllum hlutum upp til þín, að þá gerir þú eitthvað í lífum okkar. Þá kemur með þinn friðinn í líf okkar. Þú snýrð við högum okkar, drottinn Jesús. Ég þakka þér fyrir að við eigum þetta fyrirheit vonaríka framtíð. Vonaríka framtíð, drottinn Jesús. Að þú er fyrirætlun til heilla en ekki til óhamingju fyrir okkur öll, drottinn. Að þú gefur okkur vonaríka framtíð. Og ég bara biðja, drottinn Guð, að alveg sama í hvaða kringumstæðum við erum. Alveg sama á hvaða stað í lífinu við erum, drottinn Guð. Að þá getum við snúið okkur til þín og lyfta öllum hlutum upp til þín. Við vitum að þú ert með okkur. Það segir í þínu orð að þú ert með okkur alla daga, allt til enda veraldar. Þú sleppir ekki af okkur hendinni, drottinn Jesús. Og þú leiðir okkur gegn. Þú lyftir okkur upp eins og örninn, drottinn Guð, þegar við setjum von okkur á þig. Halleluja. Ég bara biðja, drottinn Guð, að þetta ár megi vera ár blessunar í lífum okkar. Þetta ár megi vera ár blessunar, drottinn Guð. Þetta ár megi vera það sem þú breytir hugum okkar, drottinn, til hins betra. Af því að við setjum von okkur á þig. Hjálpa okkur, drottinn Guð, að ganga inn í þína nærveru á hverjum degi. Að við mögum leita þín á hverjum degi. Við mögum lesa þitt orð á hverjum degi. Og þegar við lesum þitt orð og leitum þín, drottinn Guð, þá gerist eitthvað í lífum okkar, Faðir. Að líf okkar megi breytast, drottinn Guð, og förum að bera ávöxt af þíns anda, þíns heilaga anda, Faðir. Að andlit okkar megi lýsa. Drottinn Guð, að það sem við stígum niður fæti, drottinn Guð, þá megi fólk spyrja hvað áttu sem ég hef ekki. Og við mögum fara að vera vitnisburður fyrir þig. Við getum farið að segja öðrum frá þínum kærleika og þinni von. Komið vonin líf annara, drottinn Jesú. Takk, Jesú. Takk, heilagi Faðir. Halleluja, í Jesú nafni, Faðir. Í Jesú nafni, amen. Halleluja. Þetta er spennandi ár sem er framöndan. Þetta er spennandi ár fyrir kirkjuna og þetta er spennandi ár fyrir okkur sem einstaklinga. Að ef við snúum okkur til hans, þá breytir hann hugum okkar, breytir lífum okkar. Hugsið ykkur að við getum farið á morgun í vinnuna. Af því að við mættum drottni í dag, af því við vorum í hans nærveru í dag. Og þá fara vinnufélagarnir að segja, hei, hvað er með þig?
Af hverju ertu alltaf glaður? Af hverju ertu alltaf svona vongóður? Af hverju ertu alltaf jákvæður? Hvað er það í þínu lífi sem ég á ekki? Og við förum að bera vitnisburður hann, bara með hvernig við lifum lífum okkar. Óli Haukur segir stundum að við höfum að vera vitnisburður fyrir hann og nota orð ef við þurfum. Mér er svolítið gott að þegar við lifum eins og Jesú, að líf okkar endurspegli hans dýrð og fólk horfir á okkur, fylgist með okkur og sér hvað er það við hann, hvað er það við hann sem er öðruvísi. Ég þrá að mitt líf sé á þessum stað, að ég endurspegli dýrð Guðs, að vekja upp þessar spurningar hjá fólkinu sem er í kringum mig, að vekja þessa þrá upp í lífum fólk sem er í kringum mig, að þau þrá að eignast þennan Jesú sem að ég á, að þau þrá að eignast þennan Jesú sem að þú átt, að við verðum vitnisburður fyrir hann á þessu ári, að við séum ljós inn í myrkrið, að við séum komið með von heimsins, að við komum með Jesú inn í kringumstæður. Amen. Halleluja. Við skulum lofa Guði saman í einu lagi áður en við förum inn í Kaffiparadís. Benni var að baka vöfflur á hann, þannig að það er vöfflur og rjómi og sulta og allt sem því tilheyrir. Förum að fáum okkur kaffi saman og eigum samfélag saman. En við viljum að lofa Guð saman í einu lagi. Og ef það er eitthvað sem að þú vilt fá sérstaka bæn fyrir, eitthvað sem að þú ert að berjast við í þínu lífi, þá erum við hérna staðar fyrir þig. Við erum tilbúin til að biðja með þér, við erum tilbúin til að standa með þér, brjóta niður múra, sjá Guð koma með nýja von inn í þitt líf. Amen. Halleluja. Guð bless ykkur. Stelpur, hvenær eigið þið að mæta þarna næst? Miðvikudaginn, þá er stelpuhópurinn klukkan 7. Og þið strákar sem hafið áhuga, þá ætla ég að vera hér á 5. klukkan 7. Þar sem við komum saman, spjöllum eigum samfélag, tölum Jesú, heyrum hans orð, byggjum saman og byggjum saman upp. Amen. Svo næsti sunnudagur, þá höfum Guð eitthvað nýtt handa okkur, af því að hann hefur alltaf eitthvað nýtt. Frá að taka okkur frá dýr til dýrðar, skrefinu lengra, að við verðum líkari honum með hverjum deginu, hverju vikunni. Amen. Guð bless ykkur. Þú ert Guð, þér einum ber, allt mitt líf því færi þér, söngva sem að mikla verkin þín. Útrétt hönd og hjarta mitt, gerðu Guð það sem þú vilt, því nærvera er mesta gleði mín.